Frábært að fá þig heimsókn. Takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér. Ég var ánægður með þegar ég bauði Liverpool-bollana að þú skildir taka honum á opnum örmum. Já, ég myndi ekki mjög vænt að þú leyfir mér að fá að drekka úr hún. Ég búin að halda með Liverpool síðan 72, síðan ég var 7 ára. Það svoleiðis. Já. 72, þannig að þú hefur hérna... Það er bara peist. Þú hefur náð gullaldar, var ekki þarna frá 80, ég náði svona í skotti þegar ég var að byrja að horfa á fótbolta 5 ára gamall. Já. Þá var svona, ég náði skottið á gullaldar tímabilinu. Já, sko, ég náði því alveg og vel það, næ þessum frábæru árum og þessna var þetta svolítið erfið eyðimörkur ganga þessi rúli 20 ára eða hvað það var sko, eins og þú þekkir. Ég þekki það mjög vel sko. Já, þetta var, og sérstaklega erfið þegar ég bý á svona kallmennirnir á heimilinu eru United menn og byðu yðurlega, já, þetta er náttúrulega það er mörg mistök sem ég hef gert ævina. Hefur engar stjórn á þessu liði? Nei, ég hef engar stjórn á þessu liði, ég gerði mistök að Kristján, hann kemur úr margra fjölskyldu, ég og systir mín bara 2 og mjög samrýndar og hans sískinni líka samrýnd og 6 sískinni og hann vissi það að því ég var búin að kaupa Liverpool-búning á fyrsta barnið sko, og það var allt tilbúið allt tilbúið og svo segir hann, Þorgeir, má ég ekki ráða fyrsta barninu, þú veist, það var strákurinn Gunnarari fæddur og ég svona, hann horfir á mig þessum hundsögum, svona líku við eins og mólið þinn, sko, og svona dásum og ég segi, jú, ásti mín, þú veist, ekki málið og auðvitað veit að það elsta barnið bara svolítið ræður og þannig að bræðurnir urðu United menn og þessi 20 ári eða síðustu ár, sko, eða ári sem að gekk ekki nægilega vel hjá Liverpool, það var eiginlega beðið eftir að ég kemi heim þegar við vorum búin að tapa á móti United og farið mjög, sko, ég fekk að heyra það svona, eiginlega bara fekk það óþvegið frá þeim. Og hvernig ert þú? Og það var miklu verra heldur en eitthvað í þinginu og eitthvað, þú veist, það var bara, ég kveið því miklu meira. En hvernig ert þú á Guði gerð þegar Liverpool nú unnið á 7-0 og fór að rulli yfir þá? Varstu leiðileg við það? Nei, ég sýndi mildi en ákveðni. Ég viðurkenni það alveg tíma að ég var svolítið í því að stríða, leyfa þeim að finna, það var pínu uppsafna hjá mér. Finna sitt eigin með það? Já, nei, þetta er eitt af þessu sem að er gaman í fjölskyldu, að vera saman, þú veist, og við þurfum ekki endilega að hafa alltaf sömu skoðunar og öllu hvort sem að það er reyndar er bara fengar hjá mér og það er svona eitthvað sem að maður myndi ekki gefa mikið eftir. Nei, hún myndir ekki gefa. Það setjir línuna og dregur línuna þar, nei, en síðan bara pólitíkin og fleira og ég man alltaf að þegar svo góði maður því ég byrjaði í pólitík og Matthías Matthísen var að ráðleggja mér í byrjun og hann sagði, já, pólitíkin getur verið mjög hörð, Þorgerður og þú verður að vera vel vakandi og hún getur verið miskunnarlaus en langharðasta pólitíkin er F.A. Haukar búið undir það sem var í raun og endanum alveg hárétt af því að það geta verið stálinstein. Í dag er þetta miklu minna og þú veit að svona kannski náttúrulega tengist meira sveitarstjórnarstiginu en það er samt gott að vera með ákveðna hluti á hreinu þegar verið að ræða íþróttapólitík í Hafnarfirði. Ég verði að halda aðeins áfram, sko, ætlaði nú að fara að tala við pólitík og fleira, menn verði að halda áfram þetta að segja þetta með að harðasta pólitíkin sem F.A. Haukar, það minni mig á, var það ekki Bill Shankly sem að sagði, sko, football is not a matter of life and death, it's much more important. Já, það var hann sem sagði það, ég held að það alveg örugglega verið hann. Og maður finnur alveg þegar maður kemur til, ég hef nú komið núna, 3 sinni til Liverpool, svo var á leik, að það er alveg svona einhvern veginn rótgróið bara hvað þetta skiptir miklu máli. Já, það sko bara algjörlega, það er mikil að mínum að það er ekki bara út af því að Liverpool, ég hef farið og fór með strákunum líka á Old Trafford, ég hef farið á Chelsea, það sem að gerist við að fara á
fótbolta eins og til mér í Englandi, þetta ákveðin menning, þetta kúltúr, þetta svo sterkur hluti af umhverfinu, þarna nálega, þú veist á Anfield, mann náttúrulega allir þessi bari sem í kring, það sem verið að syngja, það sem eru trúbadórar, það verið að kyrja lögin, fólk, þú veist, bæði englendingar en líka núna af öllum þjóðurnum, það náttúrulega mikið breyst, að það einhvern veginn fjölbreytileikin svo mikill þarna leið og menningin svo djúp og það fann ég líka þegar ég fór með mitt kæðisystur þegar við fórum til Madrid þegar við byggum á Spáni og fórum við í Santander, þá fórum við í nokkra daga til Madrid og fórum á nautaat, mjög áhugavert nautaat þar sem voru bara Spánverjar að vera að kveðja einn helsta nautabannan og maður skynjaði þessa djúpu menningu og rætur og svo fórum við á Atlético Madrid, Real Madrid á sínu tíma, það var Butragueño og fleiri frægir og þá var þetta ekki orðin eins mikið túrismi, þetta var náttúrulega bara fyrst og fremst Spánverjar og þá fann maður einmitt líka hvað var djúpt á ræturnar eða djúpt á milli á þessara tveggja liða F.A. Haukar, talandu það sko, þetta þessi augrun, þessi áskorun samt þessi mikilvæga menning, þetta mjög ólík lið, Atlético og Madrid og Real. Já, talandu að því við erum að tala stjórnmál, sko, þá náttúrulega hefur Real alltaf verið tengt við Franco svolítið og síðan náttúrulega í Barcelona ertu með Katalóníu og Katalóníu hefur lengi viljað sjálfstæði frá Spáni og þannig að þetta tengist alveg inn í menninguna. Já, og þeir Katalana sem að spila með til að mynda Barcelona, þú veist, þeir hafa alltaf þurft að gera upp þessi hvort þeir vilji spila með Spáni, sko, yðurlega hafa þeir gert það, sko, og við erum að sjá náttúrulega stóra sterkuna upp sem hafa verið þar og líka frá Baskalandi, þú veist, Baskar hafa þeir eru jafnvel enn sjálfstæðir og vilja, þú veist, þeir eru enn yktari þegar kemur að því og þeim kröfum. Já, ég meina enda með sér tungumál eins og katalanar og líka áhugavert ef maður fylgist með fótboltanum að þessi barska lið, Athletic Bilbao og Real Sociedad, sérstaklega Athletic Bilbao, þeir spila bara á heimamönnum, hafa alltaf gert og sko þar að leiðandi, sko, það er oft mjög erfitt eins og í sumar þegar Spánverjarnir vinna Evrópumótið og einna bestu leikmannum Nico Williams öll stórliðið Evrópu vilja fá hann ennþá í Athletic Bilbao Liverpool voru að reyna að fá miðjumann í allt sumar Subamendi frá Sociedad það eins og þessi strákar hann nú hugsanlega að koma en það er samt bara einhvern veginn, fólki fannst þetta alveg furðulegt það bara tókst að selja honum að vera áfram með, þú veist, bara það svo góð matur og allir vinniðinir eru og þetta virðist vera ekstra svona Nei, Spánn alveg frábært land og talandi matinn, sko, að ég reyndi að gera þau mistök að sko, fyrstu 3 árið þegar Kristján var í handboltanum að þá var hann í Þýskaland og þá var ég þar úti og náði þokkulegum tökum á þýskunu og náði menningunni en var ég líka lögfræðinu utanskóla og það var allt öðruvísi það var náttúrulega ekki netið og þú veist, ég fekk bara senda ljósita glósu frá vinkonum mínu sem að héldu mjög vel utan um mig og svo framvegis flög heim í próf og svo ákvaði ég að taka seinnipartinn í lögfræðinni heima og vera ekki mikið á Spáni og náðu þarlandi ekki málinu en Spánverjar náttúrulega þetta stórkostleg þjóð og matarmenningi svona var með ákveðina ekki fordóma var búin að ákveðna fyrirframgefna myndum að það var ekkit endilega sérstakur matur á Spáni, það væri miklu betra á Ítalíu og náttúrulega enn betra í Fraklandi sko. En það regin miskilningur, það alveg ótrúlega skemmtileg matarmenning og þar af öllum að því maður svo rogginn komandi frá Íslandi og það engin sín náttúrulega veiðir í góðan fisk og við sem algjörlega rétt, en þeir kunna matriða. Einmitt. Og það, þú veist og auðvitað ég kannski alin upp við einhverju forréttindi með pappa og mönn sem að bæði hafa búið og erlendis og verið í námi og pappi það þótti stundum oft skringileg lykt heima því það var alltaf hvítlaugsrekkar út um alla veggi sko, fólk, stelpunum, vinkonum mínu fast ég þú veist það bara venjuleg hvítlaugslykt í dag og hún getur verið römm en samt var það þannig að ég lærði nýja hluti með því að vera á Spánu í
í Mataker í Santander sem náttúrulega, það strandbæri við hérna á norðurströndinni, vestamegin við San Sebastián og algjörlega frábær staður, ég mæli með að þegar fólk heimsækja Spán og heimsækja líka Spanja verði, græna Spán, sko. Einmitt, ég keyrði einu sinni alveg frá Barcelona niður til Granada. Já. Og þá sá maður hvernig landi breytist á ákveðnum punkti og það verður náttúrulega aðeins meira svona eyðimerkur landslag og síðan aftur hefur líka keyrt upp í Baskalandið. Já. Og á mig þann draum og munn, ég hef labbað sko portugalska Jakobsveginn, en mér langar að labba allavega hluta af sko Jakobsveginu sem fer hann í gegnum Pýreneafjöllin á Spáni. Á Spáni, já. Í Baskalandinu. Já, það hérna. Já, ég og nokkra vinkonur sem hafa mitt gengi í Jakobsveginn og það segja núna bæði portugalsku leiðina sem víst ekki síðri en það víst eitthvað sem að gerist þarna og það reynir á þig leið og það óbáslega gefandi með það sem það að segja. Já, og það gott að ganga og þú þetta getur ég get kvittað upp á. Já, það En mér langaði sko að því að við byrja að tala svona fótbolta og svona færa mig yfir í stjórnmál, ekki það sko að stjórnmál eiga náttúrulega ekki að vera kannski eins og fótboltalið, en ég var að hugsa því að við vorum að tala Liverpool áðan og svo þú veist tala Manchester United, þá sé ég man eftir þessu augnabliki þegar að Ronaldo mætir á Anfield eftir að barnið hans hafði, ef ég man rétt, fæðist andvana. Það ekki? Jú. Og þá sem að sko fegurðin að þú setur mörkin einhvers þar. Já. Á einhverjum punkti erum við öll í sama liðinu. Já. Og gott og minnist á þetta. Og þá fyrir að hugsa svona eins og bara ef ég að tengja þetta inn í stjórnmálina, þú veist að það sé á einhverjum, maður hugsa sko, oft þetta svo mikið líka leikrit, að þú veist, það hefur verið að nota þingi jafnvel til þess að koma á einhverjum punktum inn í fjölmiðla og jafnvel stundum aðeins verið að kýla undir beltistað. Þarf ekki á einhverjum punkti, þú veist, manni hefur stundum fundist vanta ef það eitthvað sem raunverulega gott fyrir alla og við sjáum bara að þetta gott fyrir þjóðina að stjórnmálamenn fari þá ekki ég ætla samt að pönkast í þessu út frá þessum vinkli og þá get ég náð ákveðinu fjölmiðla vinkli á þetta þó ég vit innst inni að þetta sé gott sko. Að þá ég að reyna að höggja á einhvern þegar ég jafnvel bara veit að ég ætti ekki verið að gera það sko. Já, jú, að einhverju leyti þetta þannig, en það líka ákveðin fegur sem að kemur í gegnum stjórnmálin og mér finnst leiðilegt þegar ég var ekki ennþá í þessu nema að því mér finnst þetta svo gefandi starf, þetta skemmtilegt, þetta óbáslega erfitt líka, ég ætla ekki að draga dul á það en leið og það verður leiðilegt að þá hætti ég, en það sem að það gefandi og það margt gott í öllum flokkum og við sjáum það líka að við hefjum okkur upp úr einmitt þessum leiðinda skotgröfum sem að stundum nöðsult að fara í þar. Bara stundum það þannig, það bara ákveðin prinsip sem að maður ætlar ekki að víkja frá. Það hægt að tala auðlindamál, það hægt að tala réttlæti, ég geti tala krónuna og allt þetta, en síðan koma atburðir eins og til að mynda Grindavík. Það sem að við algjörlega saminuð. Við og við áttum okkur á því og viljum öll og mér finnst vera órofa samstæði í þinginu það að gera það sem við getum til þess að styðja við Grindvíkinga. Jú, þetta gagnrýna ríkisstjórnina fyrir hægang? Jú, það hægt að gera það. Þetta gagnrýna fyrir það að reyna að slá líka pólitíska keilur í svona? Mér finnst það hallarislega stundum að því að verkefnið bara eitt að taka utan Grindvíkinga, láta þeim líða vel, bæði andlega og líkamlega, fjárhagslega, samfélagslega. Það var sama með eins og með COVID. Það reyndi sko, pólitíska samstæðan það kannski dæmi það sem að mér fannst ríkisstjórnin líka svolítið klikka og hún réttur út hendina og við segjum já, við munum standa með ykkur, þetta allt öðruvísi ástand, við þurfum að gera það sem það þarf að gera. Síðan reynir hún á tímabili líka að reyna að slá sig meira til riddara heldur hún átti kannski sjálf skilið. Fær fyrir viki sko erfitt að standa með henni alla leið og það hægt að eftir á gat maður verið miklu vitrari en þetta var náttúrulega mjög ófyrirséð ástand og við áttum okkur á því held ég núna að við þurfum til að mynda umgangast frelsið og ábyrða miklu meira einmitt ábyrð heldur en var þarna og við vorum of fljót að setja ákveðin prinsip
til hliðar, bæði svona grundvallarprinsip bara í pólitík og í samfélagi, en líka náttúrulega þessi fjárhagslegu prinsip að hérna við í Viðreisn við vildum sjá meira gert strax. Okkur fannst þetta að vera dveljast allt of lengi, það var að teygja lopan og í dag erum við kannski það ríki sem hefur dregið hvað mest lappirnar að klippa á alla viðbótina sem að fór í alls konar aðgerðum vegna COVID. Mér fannst sko ef ég hefði verið í stjórnaraðstöðu COVID, þannig alveg sammála, kemur eitthvað svona akút verkefni, svolítið eins og Grindavík, það sem bara, heyrðu, í bili, þá sleppum við því að vera í einhverju pólitískum leik hérna. En síðan eftir ákveðin tíma, fannst ef ég hefði verið í stjórnaraðstöðu, þá hefði ég sagt, heyrðu, ég ætla ekki að fara að segja þessari ríkisstjórn nákvæmlega hvernig hún á að gera hlutina, en við erum að stjórna landinu. Þríeykið ekki að stjórna landinu. Þannig að Þórólfur að vinna sína vinnu fullkomlega rétt þegar hann segir þá á lokaöllu, en það síðan mitt að ákveða ætla ég að hlýða hún. Því ég kjörinn til að stjórna landinu, núna að því okkur langaði alltaf til að tala andlega líðan unga fólksins. Ég fór strax í að horfa á býta það eru langtíma afleiðingar hérna. Ég þekki hvernig er að vera með kvíða. Ég veit að ég óttaðist það bara mest af öllu að vera smitast til að vera lokaður inn í einhverja 14 daga og bara hvernig fer það með geðheilsuna mína og fleiri hlutir. Við vitum það að ef það kemur kreppa þá þýðir það lakari heilbrigðisþjónustu. Það er bara það er til statistík sem segir að ef það verður kreppa þá eru ákveðin hluti þjóðarinnar sem deyr beinlínis. Þannig að mér alltaf það sem skorti þar fannst mér, ég var alltaf að býða hvenær ætlar einhver að segja, heyrðu, við þurfum að vega og meta. Jafnvel þó við séum ekki að tala um peninga, við erum bara að tala um heilsu. Hvenær erum við farin að ganga á framtíðar heilsu með því að loka of miklu núna? Sko. Þess vegna held ég að það skipti mjög miklu máli að við förum ekki það að reyna að verja eigin gjörðu, hvort sem það er stjórn eða stjórnarandstaða í tengslu við COVID, heldur förum mjög skipulega og skilvirkt yfir þar aðgerðir sem að var farið í á meðan COVID var og síðan eftir. Og til þess að því að það munu koma upp aðrar krísur, það munu koma upp aðrar heilsufarskrísur. Og þá verðum við að vera með plaggið tilbúið og segja, hver var lærdómarinn að síðust? Og ég held einmitt varðandi andlega líðan að fyrir utan þess að líkamlega við erum að sjá alls konar rannsóknir í dag út af COVID að það eru meiri langtíma afleiðingar heldur en við áttum okkur á. Þó okkur finnst þetta bara að vera kvef og einhver bara svona skýta flensupest að þá er þetta fyrir ákveðin hóp sem þetta er greinilega að hafa meiri afleiðingar á eða meiri áhrif á en síðan er hitt sem að tengist bæði COVID en líka þessi sem að spila auðvitað stóra rullu en það er bara almenn geðheilsa þjóðarinnar og ekki síst þessi andlega líðan unga fólksins og talandi um það að hvenær mörkin eru þannig hvenær segir við erum saman í þessu og ég skynja það að það er mikill vilji til þess að gera eitthvað í þessu og ég ætla sérstaklega kannski líka að draga fram að nýr forseti er að stíga mjög ákveðin skref varðandi það að gera kærleikann að eina vopninu. Já, ég er ánægður með hana í svona fyrstu skrefuna, hún byrjar vel. Já, hún byrjar vel og það sem að við þurfum síðan að spyrja ykkur hvað annað getum við gert og við erum að upplifa Sölvi bara tölurnar frá núna umboðsmanni barna sko. Biðlistar barna eru aftur að lengja sko. Og börn eiga ekki að vera á biðlistum. Það er eitthvað svona, það er nokkra línur sem að við eigum að draga draga í sandun og segja börn eru ekki á biðlistum. Það er bara forgangsmál. Og við erum að sjá að aðgangur ungs fólks að geðheilbrigðisþjónustu er takmarkaður, það er langi biðlistar inn á heilsugæslunni. Þegar ég er að fara í framhaldsskólana til að mynda þá er þetta oftar en ekki það mál sem er alltaf að tala um mig við og í dag, já, ég myndi segja að það er tvennt í dag sem að og það kannski tengist til líka sem að við í Viðreisn erum að reyna að draga fram þegar við tölum um að létta róðurinn sko, það er annars vegar efnahagslega en síðan líka þessi andlega líðan og oftar en ekki tengist þetta og mér minnist að í þar síðustu viku að þá segir
einn ungu drengur við mig í einum tilteknum skóla hér á höfuðborgarsvæðinu að hann... Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.